Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, ég hef fengið hér að rauðaborðinu gamlan kennara að ræða menntamál, einhverja pólitík líka og svona daginn og veginn. Vertu velkomin, Eiríkur Jónsson. Takk fyrir. Þú varst nú einu sinni hér daglegur gestur á sjónvarpsskjám landsmanna, tókst miklar orrustur sem formaður Kennarasambands Íslands og þjóðmála áhuginn, hann er ekki úr sögunni, er það? Nei, það er alveg rétt. Þetta voru bæði skemmtileg og erfið ár þarna fyrir og eftir aldamótin. Það var mikið átakatími og verkvöld og læti og þannig að en þetta var líka gefandi. Maður kynntist mörgu góðu fólki og baráttan náttúrulega eins og hún var þá, hún hefur haldið áfram og það er ekki eins og þessi alveg komið logn á vinnumarkaðnum þó ég sé hættur. Nei, sko grunnskólakennarar fengu kjarabót, ekkert alls fyrir löngu, en þeir eru ósáttur við vinnuaðstæður sínar, starfsaðstæður og þeir eru ósáttir við að þeir hafi lítil úrræði til að beita aga. Hvenær varst þú fyrst í íslenskri kennslustofu? Manstu það? Hver meinar sem kennari? Já. Ég hóf minn kennaraferil haustið 1972. Já. Og ef ég svona leik mér að þeirri hugmynd, hvernig úrræði þín til þess að beita aga í kennslustofunni voru 1972 og við rennum okkur fram til ársins 2025 til samtímans, ansi mikil breyting, ekki satt? Já, alveg gífurlega mikil þetta, sko. Ég man það bara þessi fyrstu ári í kennslu og lengi framan af að þá voru þessi aga vandamál allt öðru vísi heldur en í dag. Það voru náttúrulega einn og einn óláta belgur eins og gengur og bara kraftmikið fólk en það mátti alveg tukta svona aðeins til og án þess að eiga hættu að fá öskureiða foreldra yfir sig. Auðvitað var maður að gæta þess að fara vel að nemendum og vera ekki með eitthvað ofbeldi en það var einhvern veginn, þá var meiri virðing held ég og svona meiri skilningur á því að það þyrfti aðeins að halda uppi aga og vera ákveðið strangur en maður þurfti líka svolítið að gefa sér út fyrir að vera félagi krakkana. Þannig að það svona gaf manni ákveðin aðgang að þeim að vera, minnst reyna að vera félagi þeirra og vera ekki allt og svona hátíðlegur alltaf. En ég held að, sko, það dálítið síðan ég hætti að skipta mér að þessum málum en maður hefur svona fylgst með og ég upplifði það þannig að fólk, sem sagt kennarar, séu oft algjörlega ráðalausir af því að það má orðið ekkert gera eða segja og einhvern veginn samfélagið allt orðið allt öðruvísi heldur en það var. Já. Hvaða afleiðingar verða af því sko til framtíðar ef það er ekki hægt að koma einhvern veginn svona skikk á málinni sem skildi inn í skólastofuna? Ég held að sko ef maður hugsa til fólk sem hefur búið erlendis, verið með börn í skóla erlendis og flytur heim. Ég hef oft lesið eða hlustað á foreldra ræða það hversu mikil umskipti það eru fyrir krakkan að koma úr skóla einhvers staðar út í Evrópu, Norðurlöndunum eða hvar það nú er. Þar sem að agamálin eru með allt hætti og það er einhvern veginn, það er allt önnur hugsun virðist vera ef maður les út úr því sem að foreldrar segja. Þar eru reglur og það er bara talið eðlilegt að fara eftir þeim. Auðvitað eru skólareglur í skólum á Íslandi en það er æði oft held ég sem að
farið á svig við þær og ýmsir fyrtast við ef að farið á harkalega í að krefja nemendur að virða þessar reglur. Ég held að þetta sé bara þjóðfélagi, það hefur breyst svo mikið. Er það tilfinning þín að við höfum kannski verið á pari við útlönd árið 1972 í þessum efnum? Já, það gæti verið. Ég var náttúrulega ekki kannski með mikla þekkingu á erlendu skólastarfi á þeim tíma. Kynntist ég betur eftir ég kom inn í stjórn hjá Kennarasambandinu því ég var töluvert mikið í norrænu samstarfi og miklu sambandi við kennara og annars staðar á Norðurlöndum og maður upplifði þetta töluvert þá að virðingin. Það var oft talað Finnland á sínum tíma, komið vel út úr PISA og svona. Og ég spurði einu sinni ágætan vin minn, finnskan, af hverju, hvað hann teldi að skýrði þetta. Og þá sagði hann setningu sem ég gleym aldrei. Í Finnlandi kennurinn treyst fyrir starfi sínu. Það að segja, það er reiknað með því að kennarinn sinni sínu starfi, minni svona þrýstingur utanfrá, minni pressa frá skóla yfirvöldum. Það einhvern veginn bara, það gengi út frá því að kennarinn sem fagmaður, hann sinni sínu starfi og hún með treyst. Og ég held að ég upplifði það töluvert á mínum árum í formennskunni að það var svo mikil umræða að það að hafa verkstjórnarvald yfir kennurum og það að tryggja það að þeir væru á vinnustaðnum og þeir væru undir eftirliti og þetta fór frekar illa í marga og ég held að þetta sé akkurat andstaðan við það sem var að gerast á sama tíma út í Finnlandi, það sem að kennurum var einfallega treyst fyrir starfinu. Já, það hefur verið grafið undan valdi og aðstæðan kennara. Já, það var svolítið þannig að það var alltaf verið að tala þennan ósýnilega vinnutíma og kennarar væri að vinna minn en aðrir en ýmsir sem að höfðu þessa skoðun og kynntu sér máli betur, jafnvel fóru í kennslu og upplifðu á eigin skinni hvað þetta snerist. Þá breyttist oft sýnin. Já, svo hefur maður heyrt alls konar alþýðu skýringar á þessari þróun. Ein að kennarastéttin hafi bara hreinlega verið betur mönnuð og þess vegna hafi virðingin verið meiri og þess vegna hafi foreldrar treyst skólunum betur heldur en í dag. Já, ég held að það kann að vera rétt en þá held ég að það sé líka þjóðfélagsgerðin sem komi inn í. Það að segja það var svona almennt bara borin virðing fyrir þessu starfi hér áður fyrr. Og það var ágætlega borgað. Já, það var samanborið við aðra stéttir. Já, það var þegar ég var að byrja þá var hægt að lifa af einum launum og ég byrjaði að kenna í Grindavík og leigði þar hæð í 3 hæða húsi og það voru 3 herbergja íbúð ágætt. Fyrir hana borgaði ég 20% af mánaðarlaununum mínum. Já. Og þannig að maður geta reiknað það út í dag En var það einhver sérdýll bundin því að þú komst kennari? Nei, það var í raun ekki. Þetta var bara kona sem átti þetta hús og ég leigði bara, það var með milligöngu, það var ekkert niðurgreitt ef eins og var oft á tíðum gert að það voru einhverja svona sporslur heima fyrir til þess að lokka kennara á svæðið en það var ekki þess tilfelli, þannig að þarna voru bara og þá ég að tala 20% af grunnlaunum. Ekki yfirvinnu. Það var mun minna því að þá voru menn að kenna bara allan daginn og það var kannski ekki til eftirbreytni en þannig var það bara á þessum árum. Skólinn var almennt voru skólar tvísetnir þannig að þetta ár var ég til dæmis umsjónarkennari með 12 ára nemendum fyrir hádegi og með 9 ára nemendum eftir hádegi. Þannig að þetta var mikil vinna en skemmtileg. Þetta voru skemmtilegi krakkar. Og ég
hitti einn og einn en þann dag í dag og það eru nokkrir af nemendum mínum frá þessu fyrsta ári sem eru vinir mínir á Facebook. Já, það er gaman að því. Mér hefur líka stundu dottið í hug. Ég mitt hóf mína skólagöngu 72 og mér minnist að skólaganga mín. Ég mér fannst ég hafa verið alveg ótrúlega heppinn með kennara. Þetta veri úrvalsfólk. Já. En á sama tíma þá voru þarna ógreind heilkenni í nemendahópnum og það var kannski ekkert grín að vera með ógreind heilkenni í nemendahópi á þessum árum. Það var miklar líkur á að þú myndir falla einhvers staðar á milli skips og bryggju og kannski framtíðin yrði ekki alltof björt en svona fjöldin sildi nokkuð greiða götu. Og ég svona stundum verið að velta því fyrir mér hvort það hafi sem sagt verið alveg hræðilegt að skera sig úr og vera þá undir meðalagi miðað við það sem er í dag í fortíðinni, til dæmis að þú varst lesblindur og kennarinn varla vissi hvað lesblinda var og ég var vitni að alls konar ömurlegum uppákomum ásökunum leti, hroka, heimsku og allt það skilurðu þegar bara það voru, síðar kom það á daginn að það voru börn sem gátu ekki betur, þau voru bara með heilina á þeim bara virkaði þannig að það þarf ekki að hafa mikið fleiri orð um þetta en sem sagt, svo ég dragi saman að það sem hafi breyst með svona því að við fórum að sinna hverju og einu betur hafi verið það að það sé kannski mun betra að vera mun fleiri úrræði að það er eitthvað að hjá þér í dag heldur en var þarna í gamla daga en kunni mögulega að einhverju leyti að rekst á við hagsmuni heildarinnar eða semst að fari mikil orka. Já. Ég held að það sé alveg rétt, sko. Það er kannski tvennt sko, hér áður fyrir að eins og þú nefndir, sko, þá vissum en kannski ekkit sko, kennarar hvað lesblinda var í raun og veru. Eða, í dag vita menn mun meira og það eru alls konar greiningar sem að liggja fyrir. En vandinn er kannski sá að það er ekki til fjármagn til þess að bregðast við því sem að menn vita. Og það er kannski munurinn, menn vissi ekki á hvað þetta var og gerði ekkert eðlilega því vissi ekki hvað þetta var og það var bara stimplað að þessi væri bara gæti ekki lært og hann er bara að fá sér vinnu með höndunum og gæti ekki lært sko. Í dag vita mann kannski af hverju vandamálin af hverju stafa en vandinn er sá að það er ekki til hvorki fjármagn eða kannski mannskapur til þess að bregðast við. Já, og er ekki vaxandi gagnrýni á stefnuna skóli fyrir alla í ljósi þeirrar fjárþurðar sem alltaf hefur? Jú, þessi skóli án aðgreiningar, það var fallegt hugtak, en í raun og veru held ég að flestir eru sammála að það vantar töluvert upp á það að það sé hægt að framfylgja þessari hugsjón eins og hún var hugsuð í upphafi. Þannig að það strandar alltaf á því að á mannskap, peningum eða aðstöðu. Þannig að það er alls konar sem maður heyrir að fólk eða nemendur sem fara í gegnum einhverja greiningar sko, þeir eru jafnvel búin að bíða sko mánuðum eða jafnvel árum saman eftir því að komast í greiningu. Þannig að tíminn sem að líður frá því kannski að kennari eða foreldri átta sig á því að það sé hugsanlega eitthvað og hugsanlega eitthvað sem þurfa að skoða, þá getur tekið langan tíma að komast inn í kerfið að fá sagt, mat og úrskurð það hvað það er þá sem í raun er að. Já, og manni finnst stjórnmálamenn sko kannski ekki hafa nálgast þennan vanda sem skildi. Núna er heilmikil vandlætingar-bylgja í gangi yfir því að framhaldsskólabörn séu hættu að lesa Laxness. Það er svo auðvelt að vera svona hoppa þann vagn en sko svona rætur vandans, þær hafa minna verið til umræðu í stjórnmálaheimum, ekki satt. Já, lesa Laxness eða eitthvað annað, ég er svo sem ekkert viðkvæmur fyrir því. Ég var aldrei mjög spenntur fyrir Laxness sjálfur, sko. Ég las Íslandsklukkuna og kannski eitthvað meira
en það er umverulega sko, ég upplifi þá umræðu svolítið út frá því að þarna er sko Laxness er náttúrulega partur af menningunni og sögunni og þetta var mjög eftir þetta verk á sínum tíma. Ég var ekki nema 4 ára þegar hann fékk þessi verðlaun, þannig ég man svo sem ekki eftir því. En auðvitað er það svona partur af því að viðhalda þekkingu nemenda á sögunni og allu því. En það er bara svo margt fleira sem hefur breyst í þessu sko, þegar maður var sjálfur í skóla þá læriði maður og fannst bara eðlilegt að læra röðina á fjörðunum á Vestfjörðum og Austfjörðum í annarkvort frá norðin til suðurs eða öfugt. Þetta er sko, væri talið klikkun í dag ef þetta bara þrönga þessi inn í hausinn á nemendum. Það búið að grafa undan hugmyndinni að utanbókarlærdómur hafi mikinn tilgang. Já. Er það gott? Mér finnst það ekki. Sko. Ég var mjög mikið, hafði rosalega áhuga þegar ég var í barnaskóla á ljóðum og ég var í barnaskóla á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði og þá vorum við í skóla í hálfan mánuð og svo heima í hálfan mánuð og svo átti maður náttúrulega að læra alveg helling heima og við máttum velja okkur til að mynda ljóð og ég man að ég valdi einu sinni að læra ljóðið held að heiti Helga Jarldóttir, það er hörð hún verja kappa í Hvalfirði. Það er eftir Davíð Stefánsson. Hvert erindi eru 8 línur og erindin eru 23. Já. Þetta lærði ég einu sinni á hálfum mánuði og ég kann þetta nú þó nokkuð ennþá en ég hafði mikið gaman af alls konar svona. En þetta er náttúrulega eins með þetta eins og annað sko. Það eru svona öfgarnir eru slæmir sko og þessi utanbókarlærdómur gat gengið ansi langt, en það er bara orðið allt og algengt finnst mér í dag að fólk sem er komið á fullorðinsár, það veit voðalega lítið um landið. Ég til dæmis, við vorum að gera upp gamlan sveitabæ vestur á Barðaströnd fyrir 10 árum síðan og það var mikið vandamál að fá, við vantaði pípara í smá verk. Og það var mjög erfitt, það var enginn á svæðinu. Svo hitti ég pípara hérna í Reykjavík og ég fór að tala um þetta við hann og hann segir, það er pípari þarna rétt hjá þér. Og ég segi, byrju, hvar býr hann? Jú, hann býr á Reykhólum. Það eru svona 170 kílómetra keyrsla á milli. Það er svo fullt af fólki sem veit voðalega lítið staði á landinu og það finnst mér slæmt. Ég held að það sé alveg það sama, þú veist, eins og með bókmenntir og annað, þú veist, að þekkja svona sitt nánasta umhverfi og landið er nú ekki það stórt og þannig ég er svona á því að það megi fara einhvern millivegi þessu. Já, ég þurfti líka að læra ljóð utan að langa bálka og manni þótti það svo sem mjög skemmtilegt en það var til ákveðin aðferð hjá manni til þess að muna sem maður hefur svo nýtt síðan, til dæmis í óundirbúinni tækifærisræðu einhvers staðar. Þú ert þá með eitthvað eða lítt undirbúinni, maður er frekar fljótur að finna ákveði kerfi og þá kallar maður fram eitthvað gamalt sko, í undirbúningnum og svona af því að ég er líka bara, ég er stundum bara persónulegur hérna við rauðaborðið og við lítum stundum á þetta sem samtöl frekar en viðtöl og af því ég er líka svo heppinn að þótt að sé svona langt síðan ég var í grunnskóla þá á ég enn barn sem er í grunnskóla og ég hef fylgst með börnunum mínum áratugum skiptir í grunnskólanum og hef svona haft einhverja skoðanir á því hvernig grunnskólan hefur þróast og sko þetta var mjög mikil vinna. Vinnudagurinn var markviss. Kennslustundirnar voru markvissar. Það var heimalærdómur en maður kannski gat með ákveðnum kerfum komið í veg fyrir að það færi nú allt kvöldið í heimalærdóm. En á þessum tíma sem að liðið hefur á minni ævi þá hefur þetta farið úr svona að mér hefur fundist mjög þéttofnu prógrami
yfir í það að vera ansi losaralegt og mjög mismunandi eftir menntastofnunum. Það kann að vera, sko, ég svo sem er ekki alveg inn í þessu nákvæmlega í dag en þetta fittar alveg við það sem maður heyrir að hjá foreldrum í dag að svona sé þetta. Og þetta hefur breyst alveg ofboðslega, sko. Ég nú sjálfur fæddur og uppalinn í skólanum í Reykholti í Borgarfirði. Pabbi var kennari þar og afi skólastjóri. Já. Og Þú ert að mennta fólki komin og mikil hefð þar. Já, kennara hefði í ættinni. Kennarahefð. Og ef maður hugsar eins og var í þessu samfélagi, þarna 100 nemenda samfélagi, þegar ég var nú sjálfur hann í skóla á 7. áratugnum, sko. Bara sem dæmi, sko, þegar afi var skólastjóri þarna, það var skylda að allir kennarar, sem kallkennarar, þeir voru í jakkafötum með bindi að kenna. Stelpurnar eru að vera í pilsi eða kjól á meðan að kennsla stóð yfir. Það svo mátti að fara í buxur, sko, síðbuxur þegar að kennslu lauk á daginn. Og þetta þótt bara eðlilegt þá, ég veit ekki hvernig þetta myndi vera í dag. Þetta var svona, ég útskrifaðist úr þessum skóla 68 og þá var þetta kerfi með kennarana en ég held að það hefði nú ekki verið þetta pilsskylda eða kjólaskylda en þá á stelpunum þá en manna þó ekki alveg en kennararnir eru að vera í jakkafötum með bindi. Já. Og það var bara partur af ímynd skólan, sko. Já. Við stiltum okkur upp í röð og við sungum skólasöngva, ég segi það minnst stundum á við fengum briddskennslu, mjög mikla leiklistarkennslu, það var mjög mikil samfélagsumræða, kennarar höfðu leyfi til þess að tala hluti sem voru að gerast út í þjóðfélaginu og heimfæra það upp á námsgreinina. Það er búið, það er ekki einu sinni talað eldgos á Reykjanesi, kennarar virðast ekki lengur mega minnast á það eða það er ekki vel séð að þeir séu að tala að nú hafi bara byrjað að gjósa í nótt og eitthvað svona. Að mínum mati þá er svolítið búið að aftengja samhengið og það að skóli eigi að vera svona lifandi spegill af þjóðfélaginu og mögulega er það ekki vegna þess að kennararnir ákváðu það sjálfir. Og þeim finnst það gott, heldur vegna þess að það virðist vera svo mikið foreldra sem að hafa svo sterkar skoðanir, líta á umræðu eitthvað sem innrætingu og svona allt það. Já, sko, þessi gamli tími sem ég var að lýsa, sko, sem er horfinn, versus nútíminn, sko, kannski fórum en allt og langt. Ég er ekki að mæla með því að taka upp aftur þetta gamla kerfi, sko, sem var. Það var margir gallar á því. Það var bara partur af samfélaginu eins og það var á þeim árum, sko. Síðan, sko, er þetta gefið meira og minna alveg frjálst, sko. Og svo er náttúrulega þessi umræða, sko, innrætingu í kennslu. Þetta er óbyggilega vandmeðfarið í dag. Ég man eftir því einu sinni að þá var mér sagt að ég hefði verið með innrætingu í kennslu og ég var að kenna í Borgarfirði og ég fór að spurja hvað ég hefði sagt eða gert. Þú sagði þér helvítis kaupfélagið. Það er náttúrulega dauðasynd það var alveg svakalegt. Já, en sko það er áhugavert alltaf þessi orðræði í Bandaríkjunum. Það sem maður tók eftir í hjá Trump, sko, í fyrra skipti sem Trump var forseti að ráðast á fólk með því að kalla það marxíst. Að nú er þetta að verða svona venjuleg umræða jafnvel hjá ungu fólki í tilteknum stjórnmálaflokkum og rök þín eru slegin úr höndunum á þér með því að þú sért marxisti. Þannig er að verða einhver svona snúningur. Já, það er náttúrulega Trump er náttúrulega eins og hann er og það er náttúrulega bara sko, efni í alveg langa umræðu allt þetta, þú veist, trumpisti, marxisti og allt þetta.
öll þessi dæmi sko, og þetta náttúrulega komið bara inn í íslensku pólitíkina líka og íslenska samfélagi líka sko. Það maður þarf ekkert annað en að lesa samfélagsmiðlana og ég tek nú alveg þátt í þessu stundum að tjá mínar skoðanir á þessu þar. Ef að þess að hoppa úr menntamálunum yfir í samtíma pólitík, hvernig líst þér á Miðflokkinn? Þeir voru það var flokksþing hjá þeim helgina. Maðurinn, Snorri Másson, hann er orðinn varaformaður, ég held að sé innan við ár síðan hann hóf göngu sína í Miðflokknum. Hann var síðast þegar ég vissi að kanna grundvöllin hjá Bjarna Ben og Sjálfstæðisflokknum þegar hann fyrir kosningar í fyrra hoppaði yfir í Miðflokkinn og einu ári þá er hann orðinn næst valdamesti maður Miðflokksins. Það er áhugavert vegna þess að fyrir nokkrum vikum þá var ég vitni að meiri gagnrýni á hann hjá öðrum þingmönnum vegna umalaðans kynin og svona bara stæla og leiðindi. Heldur en ég hef nokksinn orðið var við vorum með biskup Íslands og alls konar stofnanir sem hjóluð í hann. Hann er orðinn næst valdamesti maður Miðflokksins og mér dettur í hug að sko þarna eru, ég man ekki hvort þau voru 250 eða hvað eru á þingi, en þeir velja hann sem sinn framtíðar leiðtoga. Ef þetta hefði verið einhvers konar þjóðaratkvæði greiðsla, þá ef öll þjóðin hefði verið spurð hver á að vera varaformaður Miðflokksins, þá hefði hann kannski endað á botninum af öðrum umsækjendum í ljósi þess sem maður hefur heyrt hvað umdeildur hann er. En þetta er áhugaður snúningur. Ég þekki hann ekki neitt af neinu öðru heldur en því sem ég hef lesið eða eftir hann eða heyrt hann segja. Sko áhugi minn á Miðflokknum hefur allatíð verið sko engin. Okay. Og hann jókst ekki við þetta. Hins vegar kom þetta mér ekki óvart. Einfaldlega vegna þess að Miðflokkurinn í mínum huga, hann er hugsaður að það eru kallarnir sem eiga að ráða. Og það hefði verið mjög sérstakt og hefði aldrei, það kom aldrei til álita hjá mér annað heldur en að Snorri myndi vinna þetta vegna þess að hugsunin, það er svo margt í eins og ég sé Miðflokkinn. Þeir eru með þessa fortíða þrá að upplifa árin kannski við 1920-50 eða jafnvel enn aftar þegar ungmennafélagshreyfingin var stofnuð á sínum tíma sko. Það er verið að horfa aftur í þetta. Og ef mann horfa á íslenskt samfélag á þessum árum, þá voru konur bara ekkert sýnilegar. Og ég bara fullyri það að Miðflokkurinn mun ekki kjósa konu í svona valdaembætti, ekki með hana Sigmundur Davíð ræður það ríkjum. En þetta er að vísu að mínu viti gott að tillitinu til að þá kannski safnast þetta lið sem hefur verið að flökta ef maður skoðar skoðanakannanir núna bara síðustu misserinn, að þá er yfirleitt svolítið samhengi á milli. Ef Miðflokkurinn fyrir upp, þá fyrir Sjálfstæðisflokkurinn niður og öfugt. Það er þarna ákveðin hópur á þarna grensunni og ég held að fá Snorra inn í þetta embætti, það muni bara skýra þessar línur. Það er að segja, nú fer harðasta fólkið í útlendingahatrinu, nú fer það bara yfir á Miðflokkinn og verður þar. Þannig ég held að þetta skýri bara línuna, en þessi flokkur, hann er náttúrulega, og þá bara eins og maður upplifir, þá held ég að það sé engin flokkur á Íslandi sem hefur sérstakann áhuga fyrir að starfa með Miðflokknum í stjórn. Ég held ekki. Nei. Ég get svo sem ekki fullita en mér finnst það mjög ólíklegt. En þessi þjóðrækni áhersla Miðflokksins og tala íslenskuna og hefja veg hennar og virðingu á ný upp sem skildi hann er svona einhverju leyti andsvar við alþjóðavæðingu og alþjóðahyggju og finnst þér þú ekki greina aðeins þá stemningu á fleiri vígstöðum að í stað þess að við séum að trúa á svona alþjóðlega strauma og lausnir að þá svona fleiri okkar séu að detta niður í eitthvað sem að kallast á ensku bunker mentality eða þetta er svona búblu lokal hugsun. Jú, það er auðvitað er þessi umræða innflytjendamálin, hún er mjög erfið og þessi málaflokkur er mjög erfiður, en
mér finnst sko að þeir sem eru harðastir á móti þeir vilja bara loka landinu nánast. Nú erum við náttúrulega aðilar að Schengen og þessu evrópska efnahagssvæði og það eru bara það að vera partur af evrópska efnahagssvæðinu, það gerir það verkum að það er fjöldi landa, fólk frá fjölda landa sem að getur komið hér bara ferðast hingað eins og því sýnist. Síðan það hinir sem að koma utanfrá og ég hjó nú eftir því hjá Sigmundi Davíð í setningarávarpinu að það væri að enginn sem hingað kæmi hingað beint frá upprunalandinu heldur að væri hann alltaf búinn að koma við í einhverju Evrópu efnahagssvæðislandi. Þannig og þetta með að sækja fyrirfram, það tryggði það að hingað bara kæmi þá enginn sem að ætti rætur utan við þetta skilgreinda svæði sem að frelsi fólks til að ferðast gildir Þannig að og síðan sko, það þurfa auðvitað að vera ákveðnar reglur og maður hefur oft velt fyrir sér seinaganginum og þá ég ekki að tala akkurat bara í dag heldur núna bara síðustu misserin að fólk sem hingað kemur að málin veltast í kerfinu síðan þegar að loksins niðurstaða liggur fyrir þá fólk farið að festa rætur, börnin búin að ganga í skóla lengi, eignast vini og þá verður þetta allt saman miklu erfiðara og ég kannski ekki sér fróður hvernig nákvæmlega ætti að gera þetta en ég sé ekki fyrir mér að við lokum landinu en ég hins vegar þeirra skoðunar að það þurfa að vera skýra reglur og það þurfa að fara eftir Svolítið köld þessi hugsun sko að mannúðin eigi bara að vera fyrir okkur eða hún eigi mest að vera fyrir okkur og það svona eitthvað sem að væntanlega við myndum til dæmis alls ekki vilja sjá í skólastofum með landsmanna bara svo ég ræði aftur við því sem kennara að smá hætta á því að við séum svona að missa af samanlegri mannúð. Já, það er það og það oft látin falla mjög stór orð innflytjendur og ábyggilega mjög erfitt oft fyrir þetta fólk sem að það er alltaf fullt, við náttúrulega gætum ekki rekið okkar samfélag ef við hefðum ekki þetta erlenda vinnuafl í landinu. Það bara búið að bjarga okkur. Nákvæmlega, það væri efnahagurinn og allt umhverfi væri bara allt öðruvísi ef að landinu hefði verið lokað fyrir, segjum 30 árum og bara einn og einn fengi að koma inn. Og það kannski ábyrgari afstæða að við lítum í okkar eigin barm út af öllum þessum áskorunum sem við höfum þurft að glíma við út af öllu þessu innflutta vinnuafli. Það heiðarlegra að við lítum í okkar barm og við spyrjum okkur hvað getum við gert til þess að auðvelda þessa lendingu og til þess að koma í veg fyrir að Íslands tunga tapist og allt það heldur en að setja sökudólgafingurinn á gestin okkar sjálfa og tala eiginlega fyrir andúð á þessum straumi. Svo það líka ef maður hugsar að með atvinnureksturinn ferðaþjónustan kannski ekki síst háð þessu vinnuafli sem að innflutta vinnuafli og iðnaður reyndar og fullt bara meir og minna allt saman. Umönnunarstörf. Já, umönnunarstörf en mér finnst svona svolítið þegar fólk að tala að íslenskan sé hættu vegna þessa þá svolítið fróðlegt að skoða hvernig íslenskir atvinnurekendur bregðast við. Það er fullt af fyrirtækjum sem að maður, ef þú hringir í fyrirtæki, það er ekki boðið upp á að það sé neitt sem talar íslensku. En yfirleitt allstaðar er enskan í boði og flestir Íslendingar sem sagt geta bjargað sér á ensku, en það er ennþá fullorðið fólk sem að getur það ekki. Nei. Og það er svolítið umhugsunarvert hvort þú átt ekki að hafa þá reglu að
það hringir einhver inn og hann óskar eftir að kannski fá upplýsingar eitthvað, vöru eða þjónustu eitthvað, að við eigum rétt á því að tala við einhvern sem talar íslensku. Mér finnst það allavega ekki til of mikils mælst. Þá þetta mér annað í hug. Það hefur verið töluverður hávaði í kringum núverandi menntamálaráðherra. Hann kunni hvorki ensku né íslensku. Hvað finnst þér það? Já, nú veit ég ekki hvort nú veit ég það ekki, hvernig staðan er. En já, sko, þá getum bara farið út í, sko, menntamálaráðherra í gegnum tíðina. Já. Ég var, sko, það er ekkert nauðsynlegt að menntamálaráðherra sé kennar eða kennaramenntaður eða þetta þarf fyrst og fremst að vera einstaklingur sem kann að nýta sér fólk sem hann er með í kringu sig. Já. Skiptir ekki öllum máli hvort hann begi allt rétt? Nei, sko, jú, það er nú kannski... Er það betra? Já, ég held að sé nú betra svona að séu sæmilega góðir í íslenskunni, en hvort er kunna ensku eða dönsku eða eitthvað erlendtungumál, það er auðvitað kostur, en ég bara nefnt sem dæmi að ágætu vinur minn finnskur sem var lengi formaður finnska kennarasambandsins og leið og að sem eru svona samtök opinberra starfsmanna í Finnlandi, hann kunni ekkert nema finnsku, ekki neitt. Það var mjög erfitt og það var alltaf á norrænum fundum að það voru alltaf túlkar að því að finnarnir, þeir töluðu alltaf bara finnsku og þannig að í þessu landi þar sem að menntun er hátt skrifuð og nemendur að standa sig vel, að þar var allavega formaður kennarsambandsins sem skildi ekki orði í ensku. Já. Og ég var nú alltaf að spá í sko að það var í skrítið að hann skildi ekki sænsku því að konan sko var finnlandssænsku og talaði sænsku þannig að hún vilti ekki geta kennt honum að tala. en auðvitað sko ef maður fer í gegnum þessa sögu, mér fannst til dæmis Vilhjálmur Hjálmarsson fínn menntamálaráðherra. Hann var bara með barnaskólapróf. Já. En það er ekki þar með sagt að menntun hans hafi sko lokið við lok barnaskólans. Hann var fjölfróður maður og þannig að þetta er, já, það er ekki alltaf. Og oft hefur mann ekki fundist mikil geta fylgja sumu hámenntuðu fólki, svo það sé nú bara sagt líka. Já. Og ég held að það sé engin tilviljun að það hefur verið ráðist svona á Guðmund Inga. Hann kemur og þeirri átt að hann þykir liggja vel við höggi. Við höfum ekki séð Morgunblaðið og Spursmál og svona hádegismóana hjóla einn spratt í hann ef hann væri ráðherra Framsóknarflokksins eða Sjálfstæðisflokksins. Ég held bara fullir það. Þannig að þegar ég spyrði út í þetta og þá er ég ekki að segja það að hann hafi heldur fengið sanngjarna ágreiðslu. Nei, hann er búinn að vera ráðherra í hvað tæpt ár? Nei, hann kemur ekkert inn fyrir hálft ár sko. Já, cirka. Það stekkur engin fullskapaður inn í svona. Nei. Og ég held að hann viti það alveg sjálfur og viðurkenni það að hann þurfi sko alls konar ráðleggingar. Verstir eru þeir sem að stökkva inn og telja sér vita allt og geta allt sko. Og það er alveg verið svoleiðis dæmi. Það er... En hluti af þessari einangrunarhyggju líkum við að segja og því að finna lausnirnar í fortíðinni hefur mjög hluti þess líka vera ákveðin andúð á menntun og sérstaklega tiltekinni tegund menntunar, félagsvísindum, humanískum vísindum. Þarna finnst mér sko, ég held að mér sjálfur ákvað það eftir hrun að nú gengi ekki lengur ég var bara með stúdentspróf. Ég hugsaði með mér, nú verður þú Björn minn bara að drulla þér í háskóla og mennta þig því að nú verður miklu harðar barist hvert starf og þú getur ekki skákað alltaf í skjóli reynsluðinnar, starfsreynslu, nú þarftu að bæta á því gráðum. Ég gerði það, ég bætti á mig 2 gráðum, tók fyrst BA-gráðu og svo mastersgráðu og mér fannst ég verða fyrir mjög svona jákvæðum, mér fannst ég finna mjög jákvæða anda í samfélaginu á þessum tíma rétt eftir hrun sem ég legg það loksins á mig að langskóla mennta mig. Ég er ekki viss að ég myndi finna sama anda í dag og ég er svona svolítið hugsi yfir þessu líka. Greinirðu þarna einhvern blæbrigða mun? Ég veit ekki sko en
sko hérna að þú nefndir stúdentsprófi þá hérna það er svolítið fróðlegt að upp í Borgarfirði þar sem er mín heimasveit þar var alltaf gefið út íbúatal þar sem sem sagt, alveg frá Akranesi og bara norðurum og allar sveitir og þar var sem sagt nafn eða bæjarnafnið og svo var nafn og einstakling og nafnnúmer eins og var í gamla daga og svo var hérna einhver titill það var bóndi eða það var kennari og einn titill sem var stúdent það eru þó nokkrir í fyrstu íbúðatölunum það er titillinn það var mikil sigur það var það það var náttúrulega ekki það var ekkit sko svona normið hérna fyrir einhverjum áratugum að hérna fara þessa leið og bara allt samfélagið það náttúrulega bara hefur breyst þannig að menn þurfa að mennta sig á einhverju sviði og það er ekkit sko það eiga auðvitað ekkit allir að fara í stúdent og háskóla sko ég meina það er stór skortur á iðnaðar mönnum í landinu og ég veit bara að svo inngreinarnar ef við hefðum ekki þetta erlenda vinnuafl þá það væri mjög sérstætt að hugsa til þess hvernig ástandið á byggingamarkaði væri þá ef við hefðum það ekki sko. En það er mjög gott að hérna auka áherslu á iðnnám og á einhverju tímabili þá sigldu við allt og mikið í eina átt og foreldrarnir voru, sko þetta er náttúrulega þannig með okkur kynslóðirnar að við erum náttúrulega, við viljum börnum okkar alltaf besta og við komum flest af fólki sem ekki bjóði mikil menntun og þá hérna teljum við að hag barnanna sé best borgið með hérna langskólamenntun bóklegri en nú eru í rauninni, það eru svolítið aðri tímar það hefur orðið menntun ég veit ekki með gæði háskólanáms ég þekki það ekki nógu vel en ég veit að það átti sér stað mikil hérna til dæmis einhverna verðbólga af því að ég nefnilega þótt ég kláraði ekki hérna háskólapróf á 9. áratug síðustu aldar þá tók ég allmarga kursa og ég fullyrði það að hérna þegar ég hef svo aftur háskólagöngu þarna 2009 að þá fær maður miklu hærri einkunn heldur en maður fékk þarna þessum áratugum áður fyrir jafnmikla vinnu og fyrir raun að mér fannst jafn gott verkefni. Svo þetta einkunnagjöf sko ég hef stundur sagt frá því að þegar ég var í kennaraskólanum á sínu tíma þá hérna vorum við að gera einhverja bókmenntaritgerð og ég átti að taka hérna Davíð Stefánsson það var Tómas Guðmundsson og ég lagði hellingsvinnu í það og hérna skrifaði einhverja langa og mikla ritgerð og fekk fyrir hana bara ágæð, ég held hvort það var 8-5 eða eitthvað, það var allavega mjög góð, ég var mjög ánægður og ég fekk þessa ritgerð tilbaka þar sem var búið að krota við þar sem ég hafði ekki hérna stafsetningi var ekki upp á 10 Frændi minn sem var í Verslunarskólanum á sama tíma fekk sama verkefnið og ég lánaði hann ritgerðina mína og hann skrifaði hann upp leiðrétta og skilaði hann inn hann fekk einhverju 3 eða 3,5 lægra fyrir ritgerðina heldur en ég og ástæðan var svo kennarinn sem var að kenna mér hann hafði dálæti á Tómasi Guðmundsssyni en ekki kennarinn sem var að kenna hinum Ég hef heyrt svona sögur og ég hef líka heyrt að sko ef það munar 3 í einkunnagjöf á sama verkefninu á milli tveggja skóla þá geti það líka skýrst á dálæti kennarans á nemandanum. Já, það er svo sem Þannig að þetta er nú svona þetta er út allt. En ef maður tekur svona, það er mjög skemmtileg saga þegar ég var að kenna upp á Kleppjárnsreykjum samkennarinn minn mikill húmóristi og það kemur kennaranemi í æfingakennslu og hann kennaranemi fer eitthvað að bera sig upp vandamál sko þessi svo erfitt að gefa fyrir ritgerðir þetta er svo matskennt sem er alveg rétt
Og þessi samkennar minn, hann sagði, ég nota bara sömu einfalda aðferð. Ég fer bara upp á heimavist og hendi ritgerðunum í tröppurnar og sé hvað er að lenda og svo gef ég bara einhvern eftir því og svo hérna spauðið áfram því að þá sagði kennarann, en hvað gerur svona ef eitt blaðir svona hangir á milli trappa? Og þá segja hann, þá fer það bara eftir í hvernig við líka við mömmuna, hvort ég hækka upp eða lækka. Þetta er svona ákveðin gálgahúmor en svona segir svolítið held ég þetta einhverjan kerfi allt saman. Það er sérstaklega í svona greinum eins og þessu sko, það sem að þetta er háð mati en hérna já, en svo er náttúrulega með þessa menntun og hvert, ég til dæmis ætlaði ekkert að fara í kennaraskóla. Nei. Þegar ég útskrifast á landsprófi 1968, þá var algjört hrun á hérna vinnumarka á Íslandi. Þá voru iðnaðarmenn að flytja til Svíþjóðar og jafnvel Ástralíu í stórum hópum. Ég ætlaði að vera rafvirki. Það var mín hugsjón, sko. Og hérna svo bara hvergi, þú veist, þá þurfti maður að komast á samning og það var hvergi hægt að komast að. Svo bara komið þarna fram í ágústmánuð þarna, þá sagði pabbi að hann væri búinn að hringja í Dr. Brodda og ég væri búinn að fá inn í kennaraskólan og ég gæti verið þar í 1 ár og meðan við værum að sjá hvernig þetta þróaðist allt. Það var nú ástæðan fyrir að ég fór í kennslu og svo náttúrulega þegar maður var komin á stað og þá kynntist maður lendi inn í skemmtilegu nemendahópi og hérna bara kynntist góðu fólki og bara þannig að þá var teningnum kastað, það er sem að pabbi kastað honum. Já, skemmtilegt. En var ekki voðaverk að hérna stytta framhaldsskólan ár, hefðu ekki frekar átt að klípa af grunnskólatímanum? Ég átti yfir höfuð að klípa af einhverju. Sko, þetta var náttúrulega mjög ég var í hérna, formennsku þegar þessi umræða er aðalega í gangi og þá var þetta svolítið svipað eins og þegar hérna, umræðan var að flytja grunnskóla frá ríki til sveitafélaga. Það er að segja ætlaði kennarasambandi bara að vera á móti og sem sagt eða ætluðu við að hafa einhver áhrif á með hvaða hætti þetta gerðist. Af því það var auðvitað búið að ákveða að gera þetta. Og ég held að bæði með grunnskólaflutningin og styttinguna að kennarasambandið hefði aldrei geta stoppa það eitt og sér sko. Það var bara þessi pólitíski vilji og ég var nú hérna það er nú svona dæmi pólitíkina sko að því það kom nú einmitt ég var að lesa einhvers staðar inn á samfélagsmiðlum að hérna einn fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins og ráðherra hann skrifaði eitthvað í þá veru að hérna, þessi stytting á framhaldsskólanum hefði verið, ég man ekki hvort að notaði voðaverk eða alveg bara fáránleg, en það var ríkisstjórn Framsóknarflokksins sem endilega tók þessa ákvörðun að stytta framhaldsskólan, ef ég man rétt. Það er sem sagt. En Illugi er maðurinn sem við svona stimplum, er það ekki? Jú, sko, og þegar ég var í þessu á sínum tíma, þá var Þorgerður Katrín menntamálaráðherra. Og hérna við áttum marga fundi út af þessu og hérna tókumst á og hérna en sem sagt niðurstaðan var það allavega sú innan kennarasambandsins að reyna þá að hafa áhrif með hvað hætti þetta væri gert en mín skoðun er svo að það átti ekki að gera neitt það átti bara að halda þessu grunnskólanum eins og ef ég hefði fengið að ráða þessu þá hefði það ekki verið. Nei. Mér finnst synd að fylgjast með þessum krökkum eiga mjög annríkt. Já, ég held sko að þetta líka bara hefur áhrif á eins og komst skýrt fram hjá nemendunum sjálfur sko partur af því að vera í framhaldsskóla það er félagsstarfið. Akkurat. Og það er gott félagsstarfi í framhaldsskóla er rosalega þroskandi. Já, að þroska sem manneski ekki bara nemandi. Akkurat. Og þannig ég held að en hvort að það sko ræður úrslitum hvort með lesa Laxness eða ekki, ég veit það ekki sko, en það er í raun ekki þetta að stytta skólagöngu öðruvísi en að skerða eitthvað. Og það voru ýmsir sem að héldu því fram sko að það þyrfti ekki að skerða neitt. Og það var það bara ákveðin yfirlýsing að það væri ekkert verið að vinna vinnuna eins og ætti að gera. En ég held að í dag hljóti allir verið sammála um það að þarna hefur orðið
það hefur orðið skerðing og ég held að akkurat þetta með sko þetta félagslega við að vera í skóla á þessum árum, það er rosalega þroskandi. Svo voru þessi megin rök að þetta væri krafa atvinnulífsins og við myndum spara svo mikinn pening með að koma þeim fyrr á atvinnumarkaðinn. Það eru ótrúlega mörg börn sem að bara, eða ungmenni, sem að upplifa það að þau hafi verið bara í maraþonhlaupi og hafi haft svo mikið að gera árin sem þau voru í framhaldsskóla að þau taka sér árshlé og þá er það farið, þá er svo röksamt farin. Þessu utan að það er náttúrulega alltaf hæpi þegar varðar lýðheilsulegar og mentalegar ákvarðanir að einblína á hagsmuni atvinnulífsins. Já, og það er alveg rétt sko og það er líka svolítið umhugsunarvert sko að þegar þú ert með atvinnuleysi sem er að vísu sko á Íslandi kannski ekki hátt með við það sem að sumstaðar gerist en það er alltaf einhver 2, 3, 4 bara virðist vera undirliggjandi þá getur maður sko dreigð það ályktun að það vantar ekkit endilega sko fleira fólk út á vinnumarkaðinn það þurfti ekki að grípa til þess að fjölga á vinnumarkaði. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held þetta sé svona, þetta hafi kannski ekki verið alveg hugsað til enda hjá þeir sem að börðast mest fyrir þessu sko. En er ekki gott að vera farin að fullorðnast og geta rantað hvað sem er og er ekki kostur sem fylgjast því að eldast og fara úr eldlunni svona dagstaglega? Það er það virkilega og ég náttúrulega svo heppinn að heilsan hefur verið í pínu lagi og mér hefur bara ekki orðið misdægjurt, ég veit ekki síðan hvenær, það er komin óratími síðan og bara til dæmis, ég hef aldrei séð heimilislæknir minn, svona aldrei nokkuð tíma. Þannig að ef að heilsan er í lagi, þá er bara fínt að eldast og maður, það er að koma alltaf eitthvað upp í hendurnar á manni þar sem manni býðst að gera eitthvað og láta gott að sér leiða. Þú ert léttadrengur hjá Indriða á Skjaldfönn í Sauðburði, ekki satt? Já, ég er búinn að vera það síðan 2011 og farið þangað á hverju ári. Já, er það ekki skemmtilegt? Jú, það er oft líflegar umræði við eldhúsborðið þar. Flottur kallinn. Já, hann liggur ekkert á sínu skoðunni. Nei, hann gerir það ekki. Hann gerir það ekki, sko. Hann er nú búinn að fækka verulega við sig, þannig að ég er búinn að finna mér nýjan stað líka, sko þannig aðeins sunnar á ströndunum í miðhúsum í Kollafirði, þar hef ég verið núna síðustu 2 árin og líka Smala á haustin. Og svo hef ég verið að elda ofan í Smala á Arnarvatnsheiðinni síðustu haust. Þannig að það er alltaf eitthvað og svo grípur maður í svona smíðavinnu. Þannig að, þetta er bara fínt. Þetta er bara mjög gott. Eins og segi, ef að heilsan svíkur ekki, þá er bara fínt að verða gamall. Það er ekkit allir sem fá það. Nei, ég heyrði einhvern tímann að einn af okkar þekktari útvarpsmönnum í Árnarás, Ævar Kjartansson, hefði gaman að því að kynna sig sem smala. Hann væri fyrst og fremst smali. Og kannski eru við fjölmiðlamennir það líka stundum. Við erum að reyna að smala saman einhverjum upplýsingum og reyna að gera eitthvað úr hverjum degi. Eiríkur, þakka þér kærlega fyrir að koma hér í heimsókn til okkar og ræða menntamál og svona aðeins fleira, daginn og veginn. Og þótt það sé langt síðan þú gengdir þessari samfélagslegu ábyrgð sem þú áður hafði, þá held ég að sé mikill akkur í því að við fáum svona reynslubolta eins og þig við að þessu borði til þess að leggja til umræðunar. Takk fyrir mig. Takk. Já, og þá er þættinum lokið hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir samveruna. Við verðum hér aftur í loftinu á morgun, fyrst í beinni fréttaútsendingu og svo höldum við áfram að færa ykkur alls konar þjóðmála umræðu. Vonandi hefur ykkur hugnast það sem að við færum fram og ef ykkur hugnast það mikið sú dagskrá sem við bjóðum ykkur þá getið þið gerst áskrifendur með því að fara á samstöðin.is og finna þar napp þar sem ástendur áskrift. En þetta er búið hjá okkur í kvöld. Takk fyrir samfélgina. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni.
Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.